Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IATV bílfugnabúið á Vesturgötu á Akranesi. Þetta föstudagskvöld, það er fyrsta deild karla í körfuknattleik sem að bíður okkar hér í kvöld. Það er engin smá leikur, liðið sem að situr í öðru sæti núna, Haukamenn sem að vermdu toppsætið þangað til í, hvað var það, fyrradag? Nei, í gær, þegar að Hattamenn tiltu sér aftur á toppinn. Hattarar eru efstir í deildinni með 28 stig eftir 17 leiki. Haukar eru 2 stigum á eftir með 26 en eftir bara 15 leiki. Og ættu með sigri þá í kvöld að komast upp í efsta sætið aftur á innbyrðisviðurum gegn Hetti. Álftanes náðu loksins að sigra leik í fyrradag þegar þeir sigruðu Fjölni og eru komin þar með 24 stig í þriðja sæti. Fjölnismenn koma þar á eftir í fjórða sæti með 22 stig. Sindri er síðan í 5. sæti, geggjaður árangur hjá þeim á Höfn með 20 stig. Síðan koma Selfoss og Skallagrímur með 16, Hrunamenn með 12 stig í 8. sæti, Hamar með 6 í 9. sæti og Skagamenn sitja á botninum sem fyrr með 1 sigur og það er að segja 2 stig. En eins og við komum inn á þeir sem sáu leikinn sem var hérna síðastliðinn sunnudag gegn Fjölni að þá eru að sjá töluverð batamerki og rólegar framfarir hjá Skagamönnum og þó að bitinn sé stór sem að þeir þurfa að tyggja í kvöld að þá er alltaf von og við viljum bara halda áfram að sjá bætingar, bættan leik og það skila sér á endanum, ekki nokkuð spurning. Haukamenn sigruðu með Hött í síðasta leik sínum 29. janúar, það var eini leikur þeirra í janúar. Sigruðu á Egilsstöðum 96-90 sem var náttúrulega gríðarlega sterkt fyrir Haukamenn. Skagamenn eins og ég sagði léku síðast hér gegn Fjölni á heimavelli og töpuðu þá 86-79 eftir að hafa leitt lengst af í svona framanaleik. En Fjölnismenn unnu sig vel inn í leikinn og náðu að sigra nokkuð örugglega í lokin. Þó að munurinn hafa einungis verið 7 stig þegar yfirlauk. Þá var þetta nokkuð öruggur sigur. Örn Arnarsson hans heiti ég og ætla að fylgja ykkur í gegnum þennan leik. Stór helgi framöndan hjá okkur hér. Risa útsending hjá okkur á morgun frá móti í stökkvimi í hópfimleikum og endilega fyrir áhuga sama, allir sem hafa áhuga bara á íþróttum almennt. Það er sjálfsögð að stilla á IATV á morgun. Útsending hefst 11:30 í fyrramálið, rétt fyrir 11:30. En ég ætla að fara yfir leikmannahópana hérna snöggvast. Það eru reynda fréttir hjá Skagamönnum. Hugo Salgado þjálfari í sóttkví, eiginkona hans greind með COVID og ég bara bið fyrir góða kveðju til þeirra. Þau vonandi að horfa hérna hjá okkur á IATV. En í Skagaliðinu eru eftirtaldi leikmenn. Númer 0 er Hendri Engelbrekt, númer 2 er Aron Elvar Dagsson, númer 3 Þórður Freyr Jónsson, númer 4 Daði Már Alfreðsson, númer 7 Kristoffer Khalid Klóver, 8 Tómas Andri Bjartsson, númer 9 Baldur Freyr Ólafsson, númer 10 Július Dóra Nóna, 14 Þorleifur Baldvinsson sem mun stjórna á bekknum í kvöld ásamt bróður sínum Ásbyrni. Númer 15 er Artur Fjallarsson, númer 20 Lucien Thomas Kristófis sem sýndi bara mjög góðan leik hérna í sínu fyrsta leik gegn Fjölni hér daginn og lofar mjög góðu. Ómar Örn Helgason fyrir liðið er síðan númer 32. Í liðið vantar Davíð Alexander sem hefur verið fastamaður í hóp og með marga mínútur en hann er einnig með COVID og bið að helsa honum, vonandi hann sjá að horfa. Í Haukaliðinu eru eftirtaldi leikmenn en númer 1 er Ellert Þór Hermundarsson, númer 2 Bragi Guðmundsson, númer 4 Kristján Leifur Sverrisson, númer 7 Alex Rapp Guðlaugsson, númer 9 Jose Medina Aldana, númer 10 Finnur Atli Magnússon, númer 12 Shemar Deon Boot, númer 14 Emil Barja fyrirliði, númer 15 Ívar Alexander Barja, númer 18 Jeremy Herbert Smith, númer 20 Isaiah Cotton og númer 33 Þorkell Jónsson. Þetta er ekkert smá lið sem að Haukarnir hafa á að skipa og verður gríðarlega erfitt, held ég að sé óhætt að segja. Byrjunarlið hjá Skagamönnum: Þórður Freyr, Engelbrekt, Aron Dagsson, Kristófis, Lucien Thomas Kristófis og Kristoffer Klóver.
hjá Haukum er það Bragi Guðmundsson, Emil Barja, Jose Medina Aldana, Jeremy Herbert Smith og Shemar Deon Butte. Og það eru Haukar sem að fá uppkastið. Það áttu að vera fleiri leikir í fyrstu deildinni í kvöld. Leik, hvað á ég að segja ykkur, leik Sindra og Fjölnis var frestað líkt á leik Hamar og Selfoss. Hér eru það Haukarnir að skora fyrstu stigin og það var Shemar Butte sem að gera það. Finnum við, tækni vill á bekkinn í Haukum. Sýnist mér, eða var það á bekkinn hjá, jú það er rétt. Tækni vill á bekkinn hjá Haukum, þetta var mjög áhugavert. Skoruðu fyrstu stigin og þegar liðin voru á leiðinni tilbaka. En það þýðir að Lucien Kristofis fer á línuna, en hann misnotar vítið. En Skagamenn fá síðan boltan. Og þá koma í rauninni Skagamenn í fyrstu uppstuttu sókn. Lucien með boltan fyrir utan, fær hindrun frá Engelbrekt, fer síðan í þristin, beint onni, frábær byrjun hjá Lucien Kristofis. Kemur Skagamönnum yfir. Vonum að ég geti sagt það oft hér í kvöld. Þannig að Butte úr Skagamenn, Haukarnir missa boltan, Smith misti hann þarna, kemur Kristoffer Klóver. Engelbrekt kemur og hjálpar hann snýr síðan inn að körfunni, missir vald á boltanum, hver átti síðustu snertingu? Það er Engelbrekt sjálfur að mati dómarana, sem í kvöld eru þeir Bjarni Rúnar Lárusson og Elías Karl Guðmundsson. En þá koma Haukarnir í sókn. Og Smith keyrir inn að körfunni, þetta var full auðvelt. Leggur þennan onni. Það var það Lucien fyrir Skagamenn. Stað 3-4, Aron yfir á Þórð. Þórður fer í þristin, hann dansar hringinn og fer aftur upp úr. Þórður náði ekki að setja mark sitt á leikinn hér gegn Fjölni á sunnudaginn. Greinilega ætlar að reyna að bæta fyrir það. Smith að gegn Aroni, kemst ekki leiða sinnar, en frábærlega gert þarna hjá Braga. Bragi sneið þennan öfugt onni. Og það Klóver reynir að koma honum inn á Engelbrekt, gengur ekki og þá koma þeir. Og það er Jose með skotið, Smith tekur frákastið og brotið á honum. Hver er það sem fær villuna? Það er Þórður Freyr. Frábærlega gert þarna hjá Jeremy Smith. Skorar og fær víti að auki. Staðan 8-3 strax hérna. Skagamenn voru yfir 3-2. En Haukarnir aldeilis að sína úr hverju eru gerðir hérna. Það er Þórður Freyr, Aldana til varnar. Þórður reynir að komast fram hjá honum hérna. Aldana eftir, finnur Kristofis. Aðeins misti fætunar hérna, misti vald á boltanum síðan og þá koma Haukarnir, Smith inn að körfunni og aftur Þórður Freyr að brjóta á honum og aftur skorar hann. Það getur borgað sig að keyra sterkt inn að körfunni og Þórður Freyr kom með hérna 2 villur á 2,5 mínútu. Það er ekkert allt og góða fréttir fyrir Skagamenn. Spurning hvort að Tómas verður ekki að fara að leysa hana af fljótlega þá. Þunn skipaður hópurinn hjá Skaganum í dag. Vítið onni hjá Smith og smá viðtal hérna hjá Engelbert og Butte. Og eitthvað full harkalegir hérna í útstiginu í vítaskotinu en 12-3
og Lucien fær boltan hérna frá Aroni. Frábæri vörn hana hjá Braga. Kristoffer fær hann hérna, Emil Barja til varnar og Kristoffer fær villuna á bút sennilega eða bjút, nú spurningin hvernig ég á að bera þetta fram. Ég svona örugglega mun svissa eitthvað á milli til að gulltryggja mig hérna í kvöld. Fyrsta villan á Sigmar Díon Bjút og Skagamenn eiga enga stig á Klóver. Hann fyrir tvímennt á hann hérna. Kristoffer kominn inn að körfunni, gerir þetta virkilega snirtilega. Frábær hreyfing hérna og vel klárað. Kemur Aldana upp með boltan fyrir Hauka á Emil á Smith á Aldana aftur. Aldana keyrir og frábær spil hérna Bragi og aftur út á Aldana og Klóver nær að stela boltanum á honum, fær boltan síðan aftur frá Þórði og Kristoffer Klóver var aðeins svo mikið að hugsa Emil hérna. Fór þar alveg ekki nógu sterkt upp í þetta. Smith á Aldana dauðlangar að skjóta þarna, gerir ekki og enn villa, nú það á Lucien. Emil var að koma boltanum þarna inn á Sigmar Bjút og sýnist vera skipting í vændum hjá Skaganum, sennilega tvöföld skipting. Kristoffer Klóver að fara að velli. Ég veit ekki hvort það er eitthvað að hrjá hann. Ómar Örn Helgason kemur inn á, Þórður Freyr kemur einnig af velli og Tómas Andri Bjartsson kemur í hans stað. Staðan 12-5 hérna, Haukum í vil og villa dæmd núna á Kristoffis. Þetta er ekki gott, þessi villusöfnun hérna. Lucien væntanlega komið þá með 2 villur núna á mjög stuttum tíma og aftur hvað nú. Þarna var það Aldana sem að féll við og Lucien að fá aðra villu og þá byrja Skagamenn skiptingu og Lucien verður að fara velli. Þetta er agalega vonda fréttir fyrir Skagamenn á ótrúlega stuttum tíma. Lucien, ef mér skeikar ekki, með 3 villur hérna í fyrsta leikluta og Klóver kominn inn á. Tvær komnar skráðar á hann á tölfræðinni. Það getur vel verið að mér hafi missýnst fyrsta villan, hvort að hún var á Aron frekar heldur en Lucien, en það kemur fljótlega í ljósin. Allavega kom með 2 og sestur á bekkinn og Haukamenn auka munin upp í 9 stig, 14-5. Nú þurfa menn að sýna hugrekki hérna, ekki bara treysta á einhverja ákveðna leikmenn þó að þeir séu margir hverjir góðir. Klóver komin í vandræðismá, Ómar og jú, við fáum það nú staðfest að hann kominn með 3 villur. Lucien, Kristoffis, Tómas og Engelbrekt kemur sterkt inn að körfunni eða hvað, missir jafnvægið þarna og þá flautar ritarborðið. Nei, þetta var bara skotklukkan væntanlega. Arnþór að gera sér kláran fyrir Skagamenn. Aldana býður nú við. Skotklukkan fór ekki í gang hérna. Aldana kemst inn að körfunni og leggur hann ofan í mjög einfallega. Bara Klóver og undir á Tómas fyrir frá körfunni. Frábært skot þarna yfir Bjút sem að eldan þurfti að hækka aðeins bogan þarna, en það gerði það líka verkum að Karvan var frábær tilþrif hér
Bragi Guðmundsson að búa til plakkat. Þvílíkur kraftur og Engelbrekt þeirrar vafasömu ánægju aðnjótandi að vera með honum á þessari mynd. Þvílík tróðsla. Bragi Guðmundsson rosalegt tilþrif hér. Bragi er að spila einhverjar tæpar 17 mínútur að meðaltali. Ungur strákur. Klóver fer í þristinn, hittir ekki. Sóknarleikurinn er erfiður hjá Skagamönnum og þetta er Engelbrekt að ná sér í villu hérna og Smith í þriðja sinn að skora og fá vítaskota auki. Engelbrekt, ég ætla að finna til með honum hér og nú og leikhlé tekið Skagamegin 18-7 og við skulum fara yfir svona það helsta hjá Skagamönnum. Lucien Thomas Kristoffis með stigahæstur með þessi 3 fyrstu stig leiksins hjá IA. Thomas Andri og Kristoffer Klóver búinir að skora sikur 2 stigin. Það er öll 7 stigin. Jeremy Herbert Smith með 8 stig og það 9. væntanlega á leiðinni hérna eftir leikhlið. Bragi Guðmundsson með 4 eins og Jose Aldana og Seymar Dion Bute með 2. Jeremy Herbert Smith er komið með 10 stig fyrir gefið. Og hann svo sem ekki frá miklu öðru að segja. Aldana komið með 2 stóðsendingar og Seymar Dion Bute með 2 fráköst. En það er skotnýtingin frábær hjá Haukamönnum, 8-10% yfir það heila. Þeir eru nú bara búin að reyna eina þryggjastegakörfu og hún geigaði en 8-9 fyrir innan línuna og mikið af því og langmest af því fyrir innan bara inn í teignum með 16 stig úr teignum. Það er náttúrulega alveg fáránlega gott og merkið góðan sóknarleik þegar að lið skora svona mikið inn í teig. Finnur Atli Magnússon kominn inn á fyrir Hauka líkt og Kristján Leifur Sverrisson. Reyndir menn mættir í hús hérna. Nokkuð ljóst að það veikir ekki liðið sem er inn á. Arthur kominn inn á fyrir IA einnig. Aron setur hann á hringinn, hittir ekki. Kristján Leifur með frákastið. Aldana. Aron tekur varna. Kristján gefur hindrunna. Boltinn berst inn á Smith inn í teignum. Setur hann út á Braga. Bragi fyrir þristinn. Hittir ekki. Vel af. Arthur með frákastið. Og Kristoffer Klóver eru duglegir að tvímenna á hann. Arthur reynir að komast upp að körfunni, gerir það, setur hann út á Aron. Ómar keyrir síðan inn á teginn og brotið á honum og Ómar skilar þessu niður. Þetta var reynslan. Ómar, einn af reyndari leikmönnum IA-liðsins, gerði þetta virkilega vel og minkar munin í 10 stig. 19-9 er staðan hér. Fyrir austan eru hattamenn að taka á móti Hrunamönnum og þar er staðan 25-22 fyrir Hrunamenn þegar 1:27 er eftir í fyrsta leikluta. Áhugavert. Hérna er það Smith, setur hann út á Aldana fyrir þristinn, hittir ekki of langur. Bragi tekur frákastið, Bragi inn að körfunni. Vel gert hjá Ómarinn, að stela boltanum að Kristján Leifi þarna. Og Skagamenn róa þetta niður. 3 mínútur eftir af fyrsta leikluta. Ómar leggur aftur á stað, lendir á vegg þarna, ekkert dæmt. Við sem að Kristján Leifur vildi fá ruðning þarna. Finnur nær ekki að klára þetta. Smith með frákastið og stígur úr línuna
Gríðarleg barátta hjá haugamönnum í frákastunum, sækja sóknarfrákastinn grimmt. Þá kemur Alex Rapp inn á fyrir hauga. Aron Elvar Dagsson fer af velli og Þórður Freyr kemur inn á í hans stað hjá skagamönnum. Og Þórður Freyr verður að passa sig með 2 villur hérna í fyrsta leiklutanum. Klóver fer sjálfur út í hornið og Ómar lætur hann á Tómas með beint onni, 100% nýting hjá Tómasi. Þá eiga menn að spotta það og láta vaða. Skagamenn konu núna í svæðisvörn hérna, 3-2. Sjá það að haugarnir eru ekkert vola hrifnir að því að skjóta þristunum. Kristján Leifur með 2 stiga skot, tekur eigið frákast upp að körfunni, hittir ekki. Ómar með frákastið. Ómar vantar hjálp núna. Þórður Freyr og frábært sending frá honum á Kristoffer Klóver og munurinn orðinn 5 stig hér, 19-14. 21-14 fyrirgefið. Vantar stig á töfluna hérna í húsinu. Smith fær villuna hérna á Arton, svona jótirar í kantinum. En Skagamenn aðeins að láta reyna á skotin hjá haugunum. Þeir skynsamlega gert, búin að skora náttúrulega megni á sínum stigum inn í teig. Og hvað er þá annað að gera en að bara pakka og tjalda liðinu bara í teignum og sjá hvað þeir geta fyrir utan. En Jeremy Smith að bæta hérna væntanlega við 13. stiginu sínu. Nei, 12. stiginu segir ég. Og gríðarlega sprækur leikmaður. Jeremy Herbert Smith og vítið örugt. Og það er Þórður Freyr sem að fæða boltan hérna. Aldana til varnar, Þórður óhræddur við hann. Aldana við að stela boltanum, slæra hann út af. 1:48 eftir, 7 stiga munur, fínasta endurkoma hérna hjá Skagamönnum. Spurning hvað það nær langt, hvort það er ná að fylgja því eftir hér. Þórður Freyr í þristin, langur þristur, hittur að ekki alveg aðeins og stuttur þarna. Artur nálægt því að ná frákastinu. Smith á Finnur upp að körfunni, þetta er frábærlega gert, vel hlaupir, hraðarhlaup hérna hjá haugunum. 1,5 eftir af fyrsta leikluta. 23-14, Kristoffer Klóver og það er hérna hindrunna, missir smá vald á boltanum og aftur 7 á klukkunni, 5, 4, Kristoffer fer í skotið, allt og langt, Aldana með frákastið. Aldana kemur á ferðinni hérna, Skagamenn ennþá í svæðinu eða hvað, Smith inn í teignum, nær ekki að klára skotið núna. Tómas brýtur á honum, nógu harkalega. Og Baldur Freyr Ólafsson að gera sig kláran fyrir Skagan og það er Artur sem að fer að velli. Og það er Jeremy Smith. Skilar þessu niður, gríðarlega öruggur á línunni. Já, það misnotaði það. Já, sann með 6 af 7 vítum. Þórður Freyr. Þórður út í hornið á Tómas. Það er ekki skotinu, Tómas. Þórður var hérna galopinn núna í horninu eftir að hann skildi það eftir. En fekk ekki boltan. Þá kemur 3 stiga skot frá Alexi Rafni. Já, þannig að sýna þeim að þeir geta bara skotið. Þórður á Tómas, aftur á Þórð. 10 sekúndar munur cirka á klukkonum. Kristoffer fær hindrun frá Baldri, kemst ekki fram í Finni, frábær hjálpavörn í honum, sendingin aðeins og föst fyrir Ómar hérna. 10 sekúndur á klukkunni og haugamenn bara frekar kæruleysir hérna. Aldana, þeim lá ekki svona á.
Maður hefði væntanlega búist við að þeir hefði myndi nú róa og fá allavega síðasta skotið í fjórðungnum. Í staðinn að Skagamenn möguleika á því. Þórður á Tómas. Tómas stígur á línuna, sýndist mér. Hittir ekki, Baldur tekur frákastið en nær ekki að setja það niður. Og staðan 29-14 eftir fyrsta leikluta. Ágætiskaflar hjá heimamönnum en óhætt að segja að Haukamenn eru búnir að hafa nokkra yfirburði hérna. Munar mest Jeremy Herbert Smith með 14 stig og aðrir með minna Bragi með 4, Jose Aldana með 4, Alex Rapp með 3 og Finnur Atli og fleiri með 2 stig. Hjá Skagamönnum er það Tómas Andri sem er stigahæstur með 5 stig, síðan er Kristoffer Klóver með 4, Lucien Kristófis með 3 stig sem var fyrsta karfa Skagamanna í leiknum og Ómar Örn með 2. Kristján Leifur, tiltölulega nýkominn inn á, frákasta hæstur í báðum liðum með 4 fráköst. Jeremy Herbert Smith með 3 frákasta hæstur hjá Skagamönnum er Tómas Andri og Jose Aldana með 3 stóðsendingar. Staðan fyrir austan 27-26 eftir fyrsta leikluta fyrir Hrunamenn. Það verður fróðlegt að fylgjast með því. Mér sýnist sá leikur svona vera örlítið á undan þessum hér, þannig að við ættum að geta séð loka tölur í honum áður en að við slítum útsendingunni hérna hjá okkur. Og Skagamenn klárir í annan fjórðunginn. Bæði Hendri Engelbrekt og Lucien Kristófis komnir inn á og má nú alveg búast við því að Haukamenn muni reyna að leita svolítið eftir því að koma Lucien í vandræði, að reyna að ná fleiri villum á hann. Einnig er komin inn á hjá Haukunum Isaiah Cotton í fyrsta skiptið hér í kvöld. Lucien á Hendri, hann yfir á Aron. Aron fyrir þristinn, Aron beint honni, frábær hreyfing á boltanum þarna hjá Skagamönnum. Munurinn 12 stig, 29-17. Cotton á Finn, Cotton fær hann aftur inn á Alex út á Finn alltaf, hann finnur síðan Bjút og virtist nú vera lítið í þessu. Baldur vildi nú meina hann hefði náð boltanum þarna og Bjút fær 2 skot. Við biðjumst afsökunar á því ef það er eitthvað högt á útsendingunni hjá okkur. Það er smá til að hægjast á nettengingunni hjá okkur. Þannig að ef það er, þá bara biðjumst við lengur á því. Það er eitthvað sem við ráðum lítið við. En Bjút setur fyrra víti og seinna víti niður, 31-17. Þá kemur Lucien. Cotton til varnar. Cotton til tvíment á hann, missir síðan boltan og út af. Lungnir Haukamennirnir í hindrununum, sérstaklega þegar við höfum séð bæði Kristoffer og Kristófis svona komast af stað og þá voru þeir mjög lungnir í að ná að svona tvítdekka þá. Spotta það greinlega að þarna fara hættulegustu menn Skagamanna. Kemur Kristófis út á Engelbrekt langar í þristinn, þessi var aðeins og fastur og Aldana fyrir Hauka. Aldana út í hornið á Finn, Finnur fílar sig þarna, hittir ekki þetta skiptið, Alex með frákastið, Aldana í þristinn síðan, þessir og stuttur og Finnur slær þennan út af. 33-17. Og kemur Lucien upp með boltan fyrir Skagan.
Aron kemur gegnum hindranir og þarna var hann aðeins farin að hugsa og langt fram í tíman. Gerist stundum hjá ungum og svona óreyndari mönnum. Augljóst mál, leita boltanum í augnablik og það bara gerði það verkum að hann gleymdi að grípa hann. Það var fyrst að gera það áður en að maður gerir eitthvað með hann. Cotton á Finn, Finnur og Bjút með frákastið. Þetta er sterkt, Aldana fær hindrunina. Svissar yfir á Cotton, síðan Alex í horninu. Alex hittir ekki, Bjút gríðarlega sterkur þarna. Kristoffer ræður ekki við hann. Og Haukam er þetta innkast. Hattamenn komnir yfir fyrir austan. Einu stigi, 30-29. Hattamenn komnir með 7. erlenda leikmanninn. Ég veit ekki hvert þetta ætlar hreinlega með íslenskan körfubolta, en ég hef vist enga stjórn á því, þannig að því ekkert að pirra sig á því. Bjút gegn Engelbrekt. Bjút með Engelbrekt nær að trufla nóg þarna. Og Skagamenn koma upp með boltan. Aron. Klóver. Fín hindrun hjá Engelbrekt þarna. Klóver í erfitt skot en dæmt villa á Sheimar Dejon Bjút. Og Kristoffer Klóver fer á línuna. Þá kemur skiptingar. Þórður Freyr Jónsson að koma inn á fyrir Skagamenn og Emil Barja kemur inn á fyrir Aldana hjá Haukum. Aldana búinn að spila hérna einar rúmar 12 mínútur en Emil Barja kemur inn á. Gríðarlega reyndur leikmaður eins og flestir áhugamenn vita íslenskan körfubolta. Svona mestu spila fyrir Hauka. Átti þarna eitthvað smá tímabil með KR. Kominn aftur heim. Og Kristoffer Klóver skorar úr fyrra vítinu og síðara vítið. Rata líka rétta leið. 33-19. Það er Emil Barja á Alex. Cotton kemur inn á vítalínuna. Og Kristoffer Klóver nær ekki að stoppa hann þarna. Kemst vel inn að körfunni þarna Cotton. Vel gert. Sjáum að Haukarnir eru farnir að leita mikið inn á vítalínuna þarna í gegn þessari svæðisvörn. Klóver á Engelbrekt. Þórður Freyr í langan þrist. Þarna kom það Þórður Freyr! Hann er búinn að bíða svolítið lengi eftir þessum. Frábært skot, þvílíkt range sem hann er með. Svo maður tali mjög slæma íslensku. Og Hendri Engelbrekt dæmdur brotlegur hérna í útstiginu á Bjút. Og villa. Þetta er önnur villan á Hendri Engelbrekt. Ekki í neinum teljandi vandræðum ennþá. Og Emil Barja út á Alex. Kemur og fær boltan aftur. Og Skagamenn ennþá í svæðisvörninni. 3-2 hérna Emil Barja. Mjög erfitt skot, nær ekki að klára það. Engelbrekt nær ekki frákastinu. Cotton, Klóver verða. Og Haukarnir ennþá með boltan. Og Alex missir boltan frá sér hérna. Og Bjút nær ekki valda á honum. Og innkast sem Skagamenn eiga. Þá kemur Bragi Guðmundsson aftur inn á fyrir Alex. Ég er nokkuð vissum að ég á eftir, þegar ég kem heim á eftir að kíkja á upptökuna frá þessum leik og spila nokkur sinnum þessa tróðslu hjá Braga áðan. Og hver veit nema við næðum að búa til bara hreinlega smá highlight með því. Kristoffer nær ekki að setja þetta skot niður. Og Haukarnir með frákastið. Emil Barja við að missa boltan kemur honum á ótrúlega nátt inn á Braga sem að klárar mjög auðveldlega. Það kemur Kristoffer Klóver, reynir að sækja inn á Emil Barja sem er dæmdur brotlegur. Og já, var hann í skottreyfingu? Nei, ekki vilja þeir meina það. Og innkast sem að Þórður Freyr Jónsson tekur fyrir Skagan. Og það er Klóver sem að færa hann úr innkastinu. Það er upp á boltarhenguna hérna, slök sending frá Kristoffer. Bragi treður í annarsinn. Hann er að safna í meira en eina, hann er að safna í sirpu.
frábært tilþrif hér og Engelbrekt skrefar hérna grimmt. Hann í vandræðum sóknarlega, Hendri Engelbrekt. Hefur verið það svo sem. Finnur Atli kemur af velli, Kristján Leifur inn á ný. En Hendri mikilvægur varnarlega fyrir skagaliðið en svona enn ekki alveg farin að sína mátt sinn og megin í sókninni. Verður að viðurkennast, hér að Bjút og Engelbrekt til varnar, frábært sveifluskot hjá honum. Húkar hann handa með vinstri. Og Aron fyrir skagamenn, 19 stiga munur. Klóver fer í þristinn, þessi leit vel út, hitti ekki Aron. Inn á Engelbrekt, Engelbrekt verður að fara sterkt upp hérna, gerir það, þetta var vel gert hjá honum. Hann rekur sokk upp í kjaftinn á mér. Ég hvernig hann heyrði það sem ég var að segja en hann alltaf brást við í Bragi með 2 stiga skoti, beint ofan í. Það koma skagamenn, 19 stiga munur og Bragi slær þennan úr höndunum á Þórði. Það kemur Smith aftur inn á fyrir Cotton. Isaiah Cotton, já, að spila fáar mínútur. Svona jafnaði, búinn að spila meira í kvöld heldur en hann vanur. Hann einungis með 1,16 á meðaltali í vetur. Það Bragi sækir inn að körfunni, klárar, nær ekki að setja hann onni. Þórður Freyr með frákastið. Þórður á Lucien fyrir þristinn, þessi langur og ekki onni. Emil Barja með erfiða sendingu og aðeins svo langa fyrir Bjút þarna. Og þá leikhlé hjá skagamönnum. 43-24. Örugg fórusta Haukamanna. En ég ætla bara að segja það sem þetta nú ÍA sjónvarpsstöð, að það eru enn og aftur ákveðin batamerki á köflum allavega hjá skagaliðinu. Og ég ætla að halda mig við það. Kristoffer Klóver orðinn stigahæstur hjá skagamönnum með 6 stig, Tómas Andri með 5, Aron Elvar, Þórður Freyr og Lucien Tómas með 3. Síðan hjá Haukum það Jeremy Herbert Smith en þá stigahæstur með 14 stig, nýkominn inn á aftur og örugglega eftir að bæta við það. Bragi Guðmundsson með 10 stig, Simerting Bjút með 6 og Isaiah Cotton með fína innkoma þarna 4 stig og Jose Aldana með 4. Simerting Bjút frákastahæstur með 6 stykki og Aron Elvar Dagsson orðinn stóðsendingahæstur í leiknum með 3 reyndar líkt og Alex Rafn og Jose Aldana. Staðan fyrir austan 40-38 fyrir Hött. Hrunamenn hanga í þeim. En hér staðan 43-24, 4-22 eftir af öðrum leikluta. Og Lucien Smith spilar stífa vörn á honum hérna. Fær hindruninn af Aroni. Sendingin á Kristoffer Klóver sem fer í þristinn og beint onni. Já, það býr hellingur í þessu skagaliði. Við sjáum það ekki nóg oft. Jeremy inn að körfunni, þetta ótrúlega vel gert. Núna kláraði hann með hægri og fær villuna á Hendri Engelbrekt. Þetta hans þriðja og Arthur skiptir við hann hið snarasta. Hendri með 3, Lucien með 3 og Þórður Freyr með 2. Það alls konar vandræði hérna hjá skagamönnum. En Jeremy Smith gríðarlega öflugur hérna og hérna Arthur sagður hafa farið of snemma inn eða hvað? Nei, fyrir hald
fyrir brot á Bjút þarna í frákastbaráttunni og þar alveg fá Haukamenn innkastið en vítið var onni þannig að það telur væntanlega. Og Emil Barja át á Kristján Leif sem fer í þristinn, ekki onni. Emil Barja nær frákastinu, aftur á Kristján Leif. Hann stekkur hérna bara beint upp á Arthur. Sendingin síðan út á Jeremy Smith sem að dauðlangar að komast bara inn að körfunni. Tekur nokkra kloppa hérna á sjálfan sig og skotklukkan rennur út. Þetta var flott, það má hann eiga. En tímasetningin kannski ekki alveg rétt. Ágætt fyrir heimamenn og ég mátti taka það þannig, þetta skrifist á bara frábæra vörn. En hvað síður? Skagamenn í sókn, Aron missir hann frá sér, Arthur nær að halda þessu lifandi út í horni á Þór sem að hóta skotinu, tekur síðan skotið, þarna hann er komin í gang. Þórður Freyr komið með 6 stig hér og Lucien stelur boltanum, þeir eru 3-2 hérna, Aron er með honum, Lucien fer allaveg sjálfur á Emil Barja, hittir ekki, hann dettur upp úr og Aron er frákastið og setur hann onni. 44-32, frábær sprettur hérna hjá Skagamönnum. Haukamenn, þá er það Jeremy inn á Bjút, hann með Arthur í sér en ekki vandræðum með að skila þessu onni. Þá er það Klóver, kemst fram hjá Emil Barja með frábært skref, frábær hreyfing, Kristoffer Klóver. Og þá ætla Skagamenn að fara að pressa lítið framar hérna. En það er hættulegt, Bragi inn á Kristján Leif og hann skilar þessu onni. 14 stiga munur aftur og Lucien út á skotinu, tekur síðan 2 stiga skotið, aðeins og langur. Kemur Jeremy Smith á ferðinni. Hann ræðst beint á þá, setur þetta með flotskoti hérna. En við fljótir að refsa hérna. 50-34, 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Klóver út á Aron í þristinn, aðeins og stuttur hérna, vantar að menn keyri frákvöstinn. Þetta höfum við verið að sjá svolítið í vetur. Að liðin sem er að koma hérna í heimsókn eru mun grimmari í sóknarfrákvöstinn heldur en Skagamenn eru hérna á eigin heimavelli. Það kann ekki góður lukka að stýra, það verður bara að viðurkennast. Það er Aron, smá vandræðum hérna og engin milla dæmd eða hvað, nei, en Skagamenn eiga engastið hins vegar. Þá verður þreföldskipting hjá Haukum, Aldana að koma inn á líkt og Þorkell Jónsson nr. 33 og Ívar Alexander Barja nr. 15. Það er Emil Bragi og Kristján Leifur sem fara að velli óbreytlið hjá Skagamönnum. Þórður Freyr finnur Arthur í skotið, aðeins og fastur hérna í spjaldið. Það koma Haukarnir, Aldana kemst ekki fram hjá Aroni en varamennir hérna í smá vandræðum. Klóver, Bjút eftir hann, Kristoffer Klóver klarar þetta skynsemi. Bjút var ekkert að brjóta á honum. Skagamenn í pressunni, Bjút hérna kemur með boltan yfir miðuna, finnur Aldana. Aldana kemst hérna fram hjá þeim, Jeremy Smith stígur út af vellinum. Þetta vinnur með heimamönnum. Ívar sem að spila vörnina á Lucien fær hann aftur hérna. Ívar spila stíft á honum hérna, Klóver nær ekki að koma sér í skoti þarna en þeir eru 2 á honum hérna. Klóver inn á Aron á Þorkell til varnar, skotið og fast. Það hefði maður viljað sjá hann setja hann í spjaldið og já, það er bara hálfra sekundu munur á skotklukku og leikklukku hérna. Og Haukamenn ætla að eiga síðasta skotið
Aldana á Bjút. Hann á Jeremy Smith. Jeremy Smith reynir eflaust að keyra inn að körfunni, finnur Bjút hérna sem að treður þegar rétt rúmar 3 sekúndur eru eftir og Aron ætlar að fara í skoti en það er varið 54-36 hér í hálfleik og áður en að við tökum okkur hlé ætla ég að fara yfir stigaskorið og annað. Hjá Skagamönnum er það Kristoffer Klóver sem er stigahæstur með 13 stig, síðan er Þórður Freyr Jónsson með 6, Aron Elvar Dagsson og Tómas Andri með 5 hvor. Lucien Thomas með 3, við þurfum að fara að fá meira frá honum. En síðan eru þeir Hendri Engelbrekt og Ómar Örn Helgason með sikkur 2 stigin. Hjá Haukum er það Jeremy Herbert Smith með 19 stig, Bragi Guðmundsson með 10 og eins og Seymar Dejon Bjút. Síðan eru þeir með nokkri með 4 stig hérna, Jose Aldana, Kristján Leifur og Isaiah Cotton og Alex Rapp með 3, Finnur Atli með 2, aðrir ekkert. Við munum taka okkur núna hlé, kannski förum yfir, það er hálfleikstölur á Egilsstöðum, nei ekki alveg hálfleikstölur, við erum komið fram úr en staðan það er orðin 50-42 fyrir heimamenn eins og við var að búa svo sem gerir fastlega ráð fyrir að Hattararnir vinni þann leik, að ætti að gera það allavega. En ég ætla að taka með smá break hérna eins og aðrir og við komum síðan aftur með síðara hálfleikinn hérna eftir svona cirka 13 mínútur, ekki fara langt.
Já, velkomin aftur hérna í Býflugnabúið á Vesturgötunni á þessu fallega föstudagskvöldi. Síðari hálfleikur framundan í leik ÍA og Hauka hérna í fyrstu deild karla í körfuknattleik. Staðan 56-36 í hálfleik, nokkuð samfærandi. Forusta hjá Haukamönnum. Áhugaverð tölfræði hins vegar sem er kannski mjög Skagamönnum í óhaga að hluta til. Haukamenn eru búin að skora 40 af þessum 56 stigum í teignum sem er bara hlýtur að vera einhvers konar met eða mjög nálægt í allavega í einum hálfleik. Það sem að vekur einmitt athygli mína að Skagamenn fóru nú einmitt að spila svæðisvörn hérna tíma og megnið af öðrum leikluta og það sennilega væri það leiðin fyrir Skagamenn vegna þess að miða við skotnýtinguna í 3 stiga skotum hjá Haukamönnum hérna í fyrri hálfleik að þá það leiðin að einfallega tjalda í teignum og reka þá og halda þeim frá körfunni því að Haukarnir eru með 1 af 10 í 3 stiga sem að ég svo sem gef mér að nú kannski töluvert frá þeirra besta og þeirra kannski eðlilega skori en sjáum til hvað gerist hér. Það eru byrjunarliðin inn á í báðum liðum. Það eru Aldana, Emil Barja, Smith og Bjút og ásamt Braga Guðmundsssyni og hjá Skagamönnum það Aron Elvar Dagsson, Lucien og Engelbrekt og Þórður Freyr. Aldana á Braga, Bragi sækir inn, Emil fer í þristinn, Emil, já, hann setur það niður. Já, hann getur bara sagt mér að Steinn Teija, þetta aldrei vinsælt hér í kvöld að hérna svona rekka ofan í mig þar sem ég að blara hérna. Hér einmitt annar þeirra, Engelbrekt með boltan, Emil við það að ná boltanum á honum. Út á Aron sér sjensinn á þristinum, setur það niður. 59-39 þristur fyrir þrist og Bragi sækir inn að körfunni og Engelbrekt til varnar. Skagamenn ná að vinna boltan eða hvað? Nei, Lucien ætlar að ná að setja hann af. Braga út af, gekk ekki. 6 sekúndur hins vegar á klukkunni, 4 og Smith, frábær vörn hjá Engelbrekt. Það lemur hann í spjaldið. Já, við erum búin að fá að sjá töluvert af tilþrifum hér í kvöld. Þórður Freyr, aftur á Lucien, 6 sekúndur á klukkunni, 4. Engelbrekt í 2 stiga skot, hittir ekki. Lucien með frákastið og Smith brýtur á honum. Ekki hrifinn að því. Og innkast, ég hefði vel verið að færa rök fyrir því að Lucien hafi verið á leiðin í skot þarna þó hann hafi verið að taka frákastið en innkast það hvörtum ekkert yfir því. Lucien sækir inn að körfunni, lendir í vandræðum. Aron nær að halda þessu lifandi og frábæla stólinn bolti hérna á Emil Barja. Aron eldir hann en Barja aldrei að fara að misnota þetta. Klóver að reyna fiska Braga þarna, gekk ekki. Og Lucien Smith spilar ansi þétta vörn á honum, tekur það hlutverk alvarlega. Engelbrekt sækir inn að körfunni, óheppinn. Aron fylgir eftir og skorar. Og jafnar metin aftur, 61-41. 20 stiga munurinn helst. Hér sem að var hér í hálfleik. Bragi sækir inn að körfunni og ætlar að bæta við í safnið, tókst ekki aðeins, stökka aðeins og snemma upp hana, sýndist mér og villa dæmd á Braga hér gegn Klóver. Og innkast sem að Skagamenn eiga 16 sekúndur á skotklukkunni, geta minkað munin hérna í 18 eða 17 stig. Engelbrekt á Þórður Davíð langar í þristinn hérna út í hotnið á Klóver. Kristoffer Klóver í þristinn síðan, hann var í miklum félagskap hérna. Kemur Smith á ferðinni,
inn á Barja, finnur Bjút og það er brotið á honum, væntanlega fyrir skot þarna, hver það var sá ég nú ekki, það er Engelbrekt, Hendrik Engelbrekt að fá þá sína 4. sem að er töluvert áhyggjuefni. Tómas að koma hér inn á fyrir Þórð Frey og sýnist Arnþór einnig verið að gera sig kláran fyrir Engelbrekt. Nú verður að vona að Engelbrekt fá ekki aðra villu hérna og aftur stíga þeir út af. Bragi gerir það og Engelbrekt fer að velli með 4 villur og lítið við þess að gera. Þurfum að eiga hann inni aftur síðar í leiknum en sem að Bjút engin aukvisi þarna að eiga við þarna undir körfunni. Lucien, Bragi gefur stíðanum Aron á Tómas sækir inn í hornið á Aron aftur. Aron þessi var á langur og Kristoffer Klóver hérna dæmdur brotlegur. Þetta er fyrsta villan á hann má við þessu, það er nokkuð ljóst. Smá hikst hérna í skorunni eftir nokkuð fjöru að byrjun hérna á síðari hálfleik. En þá var það Haukarnir, Bragi inn á Emil með frábæra sendingu á Smith, enn er þeir að skora í teignum gegn svæðisvörninni, sækja þarna inn á miðjan teginn og þar er pláss milli línana hjá Skagamönnum. Eins og ég kalla eftir því, ég væri til í að sjá þá fremri línuna hjá Skaganum koma örlítið aftar. Og er hundeltur af Emil Barja sem slær boltan út af hérna. Hörku varnarmaður alltaf verið Emil. Og 9 sekúndur á skotklukkunni. Aron, Smith á honum. Klóver sækir inn og boltinn af fætinum á honum og út af. Skagamenn eru litið framar á völlinni en það. Aðeins að hægja á þeim. Haukarnir ekki í vandræðum með að brjóta þessa pressu. Aldana með skot sem að geigar og Kristoffer Klóver slæðir hann út af hann í frákastinu. Ómar Örn að koma inn á fyrir Aron Elvar. Boltinn út á Emil Barja, hann á Smith, síðan er það Aldana, fer í þristinn, þessi leit vel út og þessi dettur. Frábært skot þarna. Aldana eru konum með 2 þrista hérna í síðari hálfleik í 2 tilraunum, Haukamenn. Og Lucien Smith spilar frábæra vörn á honum hérna í þessum leik. Og Arnþór og brotið á honum. Bjút ætla að reyna að stela boltanum þarna. Sló á hendurnar á honum. Þriðja villan á Bjút. Eða Bútei gæti líka verið. Kristoffer Klóver. Frábær, Tómas sækir inn, fer í. Hann svífur frá körfunni, honum geigar ekki skot hér í kvöld. Það að vera duglegri að finna sér færi. Aldana hérna á krafti. Smith fer í þristina þessu sinni, hittir ekki. Bjút kemur á ferðinni í sóknarfrákastið og brotið á honum síðan hérna. Skagamenn vilja fá skref á hann, ég held að það hafi nú ekkert verið neitt. Og það var sennilega Ómar Örn Helgason sem var dæmdur brotlegur. Emil Barja og Bragi fara að velli, Alex og Finnur Atli koma í staðinn. Já, það er áhugavert hérna í gangi. Við sjáum það að Þorleifur Baldvinsson, starfandi
þjálfari Skagamanna hér í kvöld, í stöðu símasambandi, virðist vera við Hugo Salgado og einmitt að spjalla við hann núna. Þetta gæti hann ekki gert nema að IATV væri að sína beint. Við tökum þetta á okkur. En Kristoffer Klóver á Lucien sem fer í þristinn, óöppin hérna, Ómar í baráttunni, vítti frá sér hérna, þetta hárrétt og villan á Ómar Örn. Það vantaði lítið upp á þetta skot hjá Lucien Kristófis. Þorleifur rekur vörnina tilbaka, ennþá í svæðisvörn hérna, spurning hvort að, eins og ég segi, fremri línan kannski óþarflega framarlega, en hún þarf að hreyfast vel með skotið frá Aldana og hér dettur Klóver út af. Arþór lenti á honum hérna og innkast sem að Haukarnir fá. Óöfni hér og Þórður Freyr að koma inn á fyrir Klóver. Fær aðeins að hvíla sig hér. ...24 stiga munur, Haukarnir búin að bæta aðeins í hérna. Kannski munar mest að stiga skorunin hjá Skagamönnum hefur svolítið dottið niður. Saman Lucien djöflast hér í Aldana. Aldana í mjög erfitt skot, allt og stutt, en hann nær sjálfur frákastinu, sendingin undir ekki nógu nákvæm. Og Skagamenn vinna boltan. Þórður, Aldana pressar á hann, sjáu þið þennan unga strák hérna, hann lætur það ekkert á sig fá. Fær hindrunina, Arþór aftur á Þór, Þórður í þristinn, Þórður aðeins og stuttur. En þetta færi, hann hefur þetta færi, skotin sem hann að taka iðulega vel fyrir utan línuna. Bjút kemur að velli hjá Haukum, Kristján Leifur í hans stað. Og Haukarnir geta aukið munin hér. Munin 24 stig núna, 4 mínútur rétt rúmar eftir af þriðja leikluta. Alex láta boltan ganga núna vel, Aldana. Kristján á Jeremy Smith sem að fer í tveggja skotið hann á öxlinni, setur það niður. Ekki sérlega örugt en Hattamenn 62, Hrunamenn 51. Háinn 2 að eigast við þarna á Egilsstöðum. Lucien í þristinn, frábært skot hjá honum. Aldana og Tómas nær að komast í boltan hérna, vildi nú meina að það hefði átt viðkomi í Smith sem að dómararnir ósamála hér. Baldur að koma inn á fyrir Arþór hjá Skagamönnum. Það að Smith og Lucien að svara hérna í sömu mynd, hann þarf samt að passa sig með tölvöld að villum hérna. Frábær sending frá Smith yfir á Aldana, hann fer í þristinn, hann skakkur, en sókna frákostin að fara illa með Skagamenn hérna. Finnur með frákast og stóðsendingu, Aldana með þristinn í andlitið á Baldri hérna. Og Lucien finnur Þórður ætlar á Aldana, frábærlega gert hjá honum, fallegt skot, aðeins og flatt þarna og af. Og Finnur Atli með þristinn í horninu. 75-46, munur núna 29 stig núna, Hallar heldur undan fæti núna í þessar síðustu mínútur. Tómas. Dauðlangar, frábær vörn Aldana, hann sýndi honum boltan á mikið þarna, Smith, og Tómas brýtur á honum og gerir það þannig að hann klárar ekki skotið. Það var einmitt það sem að Gárungarnir sögðu hérna í hálfleika, allar þessar villur þar sem að menn á að klára, tiltölulega þægilega upp í hringinn sárt að horfa upp á, en þarna gerði Tómas þetta þannig að Jeremy Smith átti bara engan séns á að klára þetta. Það var akkurat þannig sem hann að gera þetta ef þeir eru aðeins á annar borð. Þryggjastæðanýtingin búin að batna hjá Haukamönnum, konur upp í 26%. Hún hefur heldur farið niður hjá Skagamönnum, var 40% í hálfleik. En sjáum einmitt líka að Haukarnir að fá hérna sitt
15. og 16. víti á meðan að Skagamenn eru búin að fá 4 og það nú oftar en ekki merki að Skagamenn eru kannski minna að sækja að körfunni heldur en Haukarnir. Kottona kom inn á fyrir Smith, Ómar Örn og Tómas fara af velli, Aron og Kristoffer Klóver koma inn á. Tómas búinn að eiga fína innkomu hérna með fína skotnendingu, gert vel og Kristoffer Klóver að ná í villu hérna á Alex og fer á vítalínuna. Veit nú ekki hvort að var hann í skothreyfingu, ég er ekki viss að sé komin bónus. Já, jú, væntanlega komin bónus þá. Tómas að gera sér bara kláran aftur. Klóver setur vítið. 69-54 fyrir Hött. Austur á Egilsstöðum, þar eru 4:47 eftir af þriðja leikluta. Misnotar síðara vítið. Kristoffer. Og kemur Aldana fyrir Hauka. Frábær hreyfing hjá honum og villa dæmt hana á Klóver löngu fyrir skotið. Klóver hefur villur að gefa, menn það væntanlega komin bónus og Tómas kemur inn á fyrir Skagan í staðinn fyrir Þór Frey. Og það 2 vítaskot sem að Aldana fær hér. Munurinn 30 stig. Svo sem stemmt í þetta töluvert. Aldana að skila þessu niður. Og Aldana setur seinna víti niður. Það verður virkilega forvitnilegt að fylgjast með þessari fyrstu deild svona á loka metrónum. Já, ef að menn ná að klára það fyrir frestuðum leikjum, það verður ábyggilega flókið fyrir. Frábærlega gert hérna Kristoffer Klóver. Það verður ábyggilega flókið fyrir mótanefndina að finna tíma fyrir alla þessa frestuðu leiki þegar COVID að leggja heilu liðin. Eða allavega nógu marga þannig að menn fái frestanir á leikjunum. En hérna 1,5 mínúta eftir hér af þriðja leikluta. En Haukarnir svo sem með Pálmann í höndunum eftir hennar sigur þeirra Austur á Egilsstöðum í síðustu umferð. Aron með þristinn misnotar. Þannig að gleymið því ekki að í fyrstu deildin það þannig að efsta liðið fer beint upp í Európsdeild. Tómas með stólinn bolta hérna nánast. Nær ekki. Almennilegu valdaboltanum Aldana sækir inn og með frábæra sendingu þarna á Alex. Skemmtileg tilþrif. Já, efsta liðið fer beint upp, síðan eru liðin í öðru til 5. sæti sem að spila í úrslitakeppni hitt sætið í Európsdeildinni. Kristoffer hérna heppinn, kemur honum á Tómas, 10 sekúndur á klukkunni. Baldur með baki í körfuna, reynir skotið, hittir ekki, það Kristján Leifur sem að ver og Kristján brýtur síðan á Baldri og Baldur á vítalínuna væntanlega. Og liðin sem eru í úrslitakeppni sætunum núna, það eru Haukar, eða við skulum segja kannski Höttur, því að eins og við sagði áðan að Haukarnir eiga 2 leiki til góða gegn Hetti, þú verður 2 stigum eftir þeim og ég held að sé ekkert í spilunum annað en að Haukarnir vinni þá leiki og muni koma sér á toppinn, en baráttan verður örugglega hörð fram á síðasta leik. Síðan það Álftanes sem eru í 3. sæti og svo Fjölnir sem að heillaði mig mjög hérna þegar þeir komið hérna í síðasta leik. Lucien skilar þessu niður og Sindri frá Höfn og eins og staðan akkurat núna þá munu, ég myndi segja, ég að reikna með Hetti í öðru
sætinu, þannig að þetta verður þá væntanlega Höttur Sindri sem er nú kannski ágæðlega hentugt fyrir bæði lið, svona ferðalagalega séð og Álftanes og Fjölnir sem er líka mjög hentugt svona upp á ferðalögin að gera. En þetta er hvergi nærri búið, Selfyssingar búin að vera á ágætisflugi undanfarið og gætu alveg lauma sér upp að og upp fyrir jafnvel Sindra eða Fjölni á lokametrónum. Enda Selfyssingar bara búin að spila 16 leiki meðan að Sindri búin með 18 og Fjölnir 17. En það verður virkilega gaman að fylgjast með þessari skemmtilegu deild þegar líður á mánuðinn og fram í mars. Og 3 víti hjá Alex sýnist mér hér. Það eru ekki uppmála 4,6 sekúndur eftir sem að Skagamenn hafa hér til þess að koma boltanum í körfuna. Klóver með skot nánast frá miðju, ekki langt frá því. 84-53. Haukarnir ná að auka munin hér 11 stig í þessum leikluta. Vinna hann 25-17, nei fyrirgefið 27-17 og við förum yfir svona stigahæstu menn eins og við gerum jafnan hér. Kristoffer Khalid Klóver með flest stig Skagamanna með 16, Aron Elvar Dagsson með 10, Lucien Thomas Kristoffis með 8, Tómas Andri með 7 og Þórður Freyr með 6. Jeremy Herbert Smith í sérflokki hjá Haugum með 25 stig, Jose Aldana með 12, Simar Dejon Bjút með 11, Bragi Guðmundsson með 10 stig, við höfum nú haft nokkuð hægt sig hérna í síðari hálfleiknum, og Alex Rapp með 8. Simar Dejon komin með 2x2 með 10 frákast hér. Kristján Leifi með 7, frákastæðstur Skagamanna er Aron Elvar Dagsson. Flesta stóðsendingar Jeremy Herbert Smith hjá Haugum 6 stykki, Jose Aldana með 4 og aðri með minnastaðan 76-61. Austur og Egilsstöðum, Hattamenn konu bara með nokkuð þægilega fórustu, muni eflaust sigla þessu heim, en staðan hér 84-53 fyrir loka leiklutan. Ég ætla að gera nú kannski ráð fyrir því að við fáum að sjá fleiri leikmenn koma inn á hér hjá jafnvel báðum liðum í síðasta leiklutanum. Júlíus Þóra Nóna og Daði Már Alfreðsson eiga eftir að koma inn á hjá Skagamönnum, og Ellert Þór og Aron með skoti hérna, Ellert Þór og hver fleiri? Ellert Þór sennilega sá eini sem á eftir að koma inn á hjá Haugum, en Skagamenn að skora þryggjastega körfi hérna 84-56. Aldana inn á Bjút, heppinn að stíga ekki út á hana. Aldana fær hann í horninu, fer í þristinn, hann er á stuttur. Þórður Freyr með frákastið. Skagamenn keyra, Þórður út í hornið á Klóver sem fer í þristinn, aðeins og langur að þessu sinni. Finnur með frákastið og Ívar Barja kominn hérna inn á. Aldana inn á Bjút. Engelbrekt til varnar, getur ekki mikið gert á 4 villum hérna, og Bjút klárar þetta fagmannlega með hægri. Kristoffer á Engelbrekt, hann finnur Þórð Frey hérna í horninu, Ívar til varnar, Þórður keyrir inn að körfunni, nær ekki að lauma þessu niður, frábær pressa hérna hjá Tómasi. Aron keyrir á körfuna, erfitt, Bjút náða truflan og Haukamenn koma í sókn. Aldana, Ívar Barja aftur út á Aldana, Bjút og Engelbrekt til varnar, skemmtilega klárað hérna á uppinn. Finnur Atli búinn að planta sér hérna í teignum undir körfunni og heyrðir frákastið, og Finnur Atli fjær hérna högg á andlitið, og það er Engelbrekt sem er dæmdur brotlegur, og þar á leiðandi 5 villur, 5. villan á Engelbrekt, líkt og hérna gegn Fjölni í síðasta leik. Þá fekk hann tæknivillu í kjölfarið og við skulum vona hann hérna
kannski svona slakja hans á í því, sleppi því alveg. Já, þetta gengur ekki á haugunum, Skagamenn með frákastið, koma í sók. Kristófis í þristinn, beint og hann í. Hann þarf að gera bara miklu meira af þessu. Hann er að taka þessi þriggjastaða skot af driplinu hérna í gegnum skrín. Hann er ekki þessi típiski svona gríp og skjóta gaur. Og Bjút ekki í vandræði með að komast fram í Arthúrið þarna. Menn eru ekkert öfundsverðir að vera að reyna að berjast við menn eins og hann. Þórður Freyr, hann út á Arthúr, Arthúr langar í þristinn, heppinn að fá ekki á sig skref þarna held ég, tekist þegar skotið og stutt. Kemur Cotton út á Finn, hann á Aldana frjálsleg skref þarna en þetta var svona íktari útgáfan af Evrópuskrefinu, skorar og fær við villu og vítið að auki þar að leiðandi. Og tæknivill á hvern? Á 8, Tómas Andri, býtur nú aðeins við. Tæknivíti á Tómas Andra. Nú verður ég viðurkenna að ég tók ekkert eftir hvað var í gangi. Aldana setur víti niður og skipting. Júlíus Dóra kemur inn á fyrir Tómas og Júlíus Dóra kom inn á í sitt fyrsta sinn hér í kvöld. Ungur uppalinn leikmaður Skagamanna. Munurinn 31 stig. Svo sem hefur aldrei verið spurning þannig séð hvernig þessi leikur fer. Aldana skorar úr vítinu, Bragi og Smith koma inn á fyrir Aldana og Cotton. Og Skagamenn nýta hverja sekundu hér. Lucien tekur hann upp seint hérna, halda rittaraborðinu á tánum. Aron keyrir inn að körfunni, klára með vinstri og uppinn hann spjaldið og ringurinn. Þórður Freyr stelur sendingunni og brotið á honum síðan. Það er á Jeremy Smith, sýnist mér. Já. Og það er óíþróttamannsleg villa, það er ekkert annað. Þá er væntanlega 2 víti og boltinn. Stoppar hérna hraða sókn. Viljandi. Jeremy ekki til að hrifina þessu. Þetta kannski breytir ekki úrslitum leiksins, þannig að menn eru kannski ekkert að hæsa sig of mikið. En Þórður Freyr misnotar fyrra vítið. Ekki það síðara. Höttur 83, Hrunamenn 67 fyrir austan. Hér 92-59 fyrir Hauka. Og Lucien fær boltan hérna á ringkastinu, hótar skotinu, frábær vörn hjá Emil Barja. Ívar Barja fram á Jeremy Smith sem að klárar nánast, en Lucien tekur á sig villu þarna. Og þetta var 4. villan á Lucien Kristófis. En Jeremy náði ekki að klára þetta. Jeremy Smith komið núna með 26 stig, 30 í framlag. Hann er að tala um 6 fráköst, 6 stóðsendingar ofan á þessi stig.
og skila síðar af vítunum niður. Þá koma Haukarnir í pressu allan völl hér og Ívar Barja stelur sendingunni frá Aroni, skagamenn ekki undir þetta búnir. Og þá var það Bragi í þristin, þessi var skakkur, Þórður Freyr í frákastinu, Július tekur það síðan og Lucien og Smith til varnar, Lucien út á, reynir að finna Arthur, þarna gengur ekki, Ívar Barja las þetta vel. Bragi brotið á honum hér. Vel brotið í rauninni hjá Þórði Frey. Náði ekki að klára. Ég veit ekki hvort hann var að munda sig í hvort hann ætla að reyna að tróða þarna, líkt á hann gerði í fyrirháleiknum. Með þvílíkum tilþrifum yfir Henry Engelbrekt. En Bragi á vítalínuna fyrir 2 skot. Fyrra vítið onni. Það er stig nummer 11 hjá honum. Síðara víti misnotar hann, Bjút síðan með frákastið og skorar og fær villu dæmda á Arthur. Og skipting hjá Haukum. Þorkell Jónsson að koma inn á, sýnist mér. Hann búið að leyfa skiptinguna, en er það fyrir skotmanninn eða hvað? Nei, ég trúi því nú ekki. Já, jú, fyrir skotmanninn. Þannig að sáum við hvað fótavinnan skiptir miklu máli í þessum frákastabaráttunni. Aðeins fljótar á fótunum hann, hraðar á fótunum heldur en Arthur. En Arthur með frákasti núna. Þannig að Þorkell þarf að bíða aðeins lengur. Lucien á Aron. Aron á Þórð. Erfið sending hann að Þórður. Dálítið þröngt hann að Aron með skotið. Hittir ekki, Bjút með frákastið. Þá kemur Jeremy Smith á ferðinni. Keirir á körfuna, Július Dúrón ána, hleypir honum ekki að körfunni, brýtur á honum og hann fer á vítalínuna, eina ferðin enn. Og þá kemur Þorkell inn á fyrir Seymar Deon Bjút. Jeremy Smith nú þegar búinn að skora úr 11 vítum af 12 tilraunum. Þetta verið ansi duglegur að koma sér inn að körfunni. Og síðan er vitið alveg fordæmalaus vítanýting hjá honum hér. Þá kemur Cotton inn á fyrir Jeremy Smith sem er búinn að eiga frábæran leik hér. Maður leiksins held ég að sé óhætt að fullyrða. Og Þorkell og Cotton konur inn á. Og Ómar Helgason einnig kominn inn á fyrir Skagan. Sendingin inn á Aron, þetta var vel gert hjá Skagamönnum. Munurinn orðinn 37 stig. Ívar Barja á Cotton. Emil Barja út í hornið á Braga sem fer í þristinn, það er skakt, hittir ekki Ómar Örn með frákastið og brotið á honum síðan. Emil Barja dæmdur brotlegur. Og þá koma Skagamenn í sókn. Þannig að svona þurfum að láta þessa mínútu líða. Þetta er nú aldrei auðvelt í þessari stöðu að halda fókus. Ómar inn á Aron eins og áðan, gekk ekki. Og Ómar að fá óíþróttamannslega villu hér. Þetta er bara í takt við reglurnar held ég. Og takt við línuna sem að gefin var áðan hérna. Hjá þeirra Jeremy Smith braut á Þórði Frey. Þannig að Bragi fer á vítalínuna. Fær 2 víti, það er ennþá 5 og 16 eftir hérna. Skagamenn í bónus, konur með 5 liðsvillur eða fleiri. Og þannig að Haukamenn fara á línuna fyrir hverja villu hérna af. Munurinn að detta hér í 40 stig. Það er orðið talsveit langt síðan að við sáum í rauninni Skagamenn tapa með
þetta miklu mun. Menn misnota hér í rauninni sko Lucien klárar þetta vel, fær körfuna gilda og villu að auki á Þorkel. En já, sko síðustu töp Skagamanna hafa verið mun já, frá því að þeir töpuðu með 42 stigum fyrir Hetti hérna 7. janúar þá hafa töpin verið talsveit minni. Hamar reyndar sigrað á 92-70 hérna 14. janúar, síðan töpuðu með 8 stigum fyrir Skallagrými, 12 stigum fyrir Sindra, 7 stigum fyrir Fjölni, þannig að þetta er svona fyrsta það sem að Kaninn myndi kalla blowout í langan tíma. Þá koma Alex inn á og Ellert kemur inn á í fyrsta sinn. Ellert Þór Hermundarsson fær hér síðustu 5 mínútuna væntanlega. En eini Skagamaður sem ekki hefur komið inn aðeins þá er Daði Már. Hann er að gera sér kláran. Ómar Helgason út á Þórð. Þórður nær ekki skotinu. Eða hvað? Jú, hérna kemur það. Ekki langt frá því. Ívar með frákastið og heppinn hann að halda boltanum. Cotton, Lucien til varnar. Lucien alltaf með 4 villu stólinn bolti hérna. Ómar kemur með hann fram. Aron á Þórð. Þórður aftur á Aron og já, það vantaði að endurnýja skotklukkuna þannig að væntanlega. Þeir fá 14 sekúndur á klukkuna. Daði kemur inn á, já, fyrir Júlíus. Já, ég hef nú veðjað á einhvern annan. En samt, það nú líka getur verið verðmætt fyrir þessa ungu stráka að vera að spila með öðrum sem að eiga fullt af mínútum. Þetta sé ekki bara ungir óreyndir leikmenn að spila. Cotton með fallegt skot hérna, bætir í sarpinn hjá sér. Þá kemur Lucien Kristófis, hann fram hjá Cotton, inn á teginn, brotið á honum hér. Þorkell sýnist mér sem að gera það. Hattarar konir bara með mjög þægilega fórustu 96-73. Júlíus Dúran Óna koma inn á aftur fyrir Aron Elvar eftir sennilega símtal frá þjálfaranum. Sýndist starfandi þjálfari. Júlíus þarna hljómaði nú eins og Ívar slægi hendina á honum þarna, en ekki dæmt innkast hins vegar sem að Skagamenn eiga. Lucien fær þennan úr innkastinu. Fer í skotið. Algjörlega með Þorkel í andlitinu, setur það beint onni. Lucien Thomas Kristófis kominn með, já, þetta var 4. þriggjastaga karvan hans í 6 tilraunum og enginn þeirra hefur verið eitthvað, já kannski ein þeirra hefur verið eitthvað svona sérstaklega óopinn. Ívar bara að gera þetta frábælega, klárar hérna skemmtilega við körfuna. Þórður. Það er hindrun frá Ómari. Lucien inn undir á Ómar, villa dæmt hér á Þorkel. Hann hefur búin að vera nokkuð grimmur í að sækja villur hér. Og Ómar Örn á vítalínuna. Ómar skilur þessu niður. Ómar búinn að eiga í mjög erfiðum meiðslum og á í rauninni ennþá í erfiðum meiðslum á hné sem að er erfitt að fá einhverja lausn við og frábær barátta hérna á Lucien sem að skila sér í að Skagamenn fá innkast.
Skamenn að reyna að freista þess að minnka munin hérna örlítið í lokin. Og Lucien farin hérna, Ívar stíft á honum hérna, skotið geigar, Cotton með frákastið. Kemur á ferðinni. Hann á Þorkell, nei, sendingi frá honum, stóliði af Þórði Frey. Hann á Lucien sækir á Þorkell, finnur Ómar, sendingi út í hornið á Júlíus finnur Ómar aftur. Ómar aðþrengtur hérna, Júlíus síðan keyrir inn hérna og villa dæmt á Alex. Já, og Júlíus Dúra núna, getur nælt sér í stig af vítalínu hérna. Óhrættur hérna, Grimur að sækja bara á körfuna. Já, Júlíus komin á blað. 105-72. Síðavítið enn öruggara. Vel gert hjá Júlíusi. Kemur Ívar bara á Cotton, hann yfir á Ellert í þristinn, Ellert hittir ekki og frákastið sem að Lucien tekur hérna. Lucien fær hindrunina frá Daða, fer í skotið, hittir ekki, Daði inn, mættur í frákastið en nær ekki að halda honum hérna. Þorkell, erfið sending hérna en Ívar nær að halda þessu á lífi. 2 mínútur eftir. Cotton inn á Þorkell, missi boltan. Fór að fætinum á Júlíusi þarna en hann stóð í hann, þannig að það er allt saman löglegt. Þórður fær hindrun frá Ómari. Þorkell til varnar, Daði finnur Lucien, Cotton til varnar. Daði keyrir inn að körfunni, Júlíus í hotninu, Júlíus fer í þristinn, hittir ekki, hann var svolítið innarlega þarna, setur hann í hliðin á spjaldinu. Skotvinkillinn ansi þröngur hérna. Það var svona feti ofinnalega í hodninu í rauninni. 3 stiga skot hjá Cotton, hittir ekki. Þórður blakar frákastinu hérna á Lucien. Lucien hikkar aðeins og fær villuna á Alex. Hún fer á vítalínuna. Nær það að mögulega minnka munin í 30 stig. Lucien búinn að vakna aðeins hérna í síðara hálfleiknum. Misti stóran hluta af fyrri hálfleik vegna villuvandræða. Fyrir að vitið honni. 105-74. Hattamenn að nálgast 30 stiga munin fyrir austan. Það eru 3 og 12 eftir. Staðan 101-77. Og Lucien minkar munin hér í 30 stig. 105-75. Já, Ómar stelur boltana með Ellerti þarna. Ómar á ferðinni, finnur Júlíus keyrir inn að körfunni og skilar þessu niður við illan leik. Júlíus Dúra Nóra kom með 4 stig hér. Þetta var ansi skemmtilegt. Og Ívar á Cotton næra keyrir inn að körfunni, brot. Þórður Freyr, hann á sér í villu, 4. villan hans. Og þá fer að segja Cotton á línuna. Hann er komið með 6 stig nú þegar í leiknum. Vítið öruggt. Að segja Cotton að spila hérna, já, einhverja 16 mínútur í þessum leik. Búinn að eiga ágætis innkomur. Það er að Lucien fer í þristinn. Beint onni. Þetta var þristur númer 7. Nei, númer 6 fyrir gefi. Og Ívar nær að halda boltanum hana. 27 stiga munur, 20 sekúndur eftir, kemur 3 stiga skot frá Alex, hittir ekki, Ellert með frákastið. Þar með ná Haukarnir væntanlega að klára þennan leik. Þorkell, hann langar í þristinn, hittir ekki og villa dæmd á
Alex eða hvað og það eru 2 víti. Skagamenn í rauninni að skora yfir meðaltalinu sínu hér gegn Haukum. Skagamenn skora að jafnaði í vetur 73,9 stig og þeir eru að spila hérna gegn geysi sterku Haukaliði og þeir að fara yfir 80 stigin sem að, eins og ég segi, við erum að horfa á framfarir, ekki fullkomnun kannski. Það er svona eitt af lífsmottóunum mínum hér. Og Lucien skorar hér 81. stigið. En Haukar að vinna hérna sanngjarnan sigur á heimamönnum. Hann var alltaf vitað að þetta yrði erfitt en Cotton ætlar að bara dribbla þetta út, ekki að vera að klúra skotnýtingunni hjá sem eða eitthvað reyna einhverja kúnstir. 107, 82, 35 stiga sigur, nei 25 stiga sigur fyrir gefiði. Það sveik með þessi reikningin. Áður en við ljúkum þessu hérna þá ætla ég að fara yfir stiga skorara í leiknum. Og við byrjaði hjá Skagamönnum. Lucien Thomas Kristoffis fór mikinn hérna í síðari hálfleik, endaði með 24 stig, stigahæstur Skagamanna. Kristoffer Khalid Clover með 16, Aron Laura Dagsson með fínan leik, N.O.N.I. með 14 stig, Þórður Freyr með 10, Tómas Andri með 7, Júlíus Dóranóna með 4, Ómar Örn með 3 og Baldur Freyr og Hendri Engelbrekt með 2 stig. Frákasta hæstur hjá Skagamönnum Aron Elvar og Ómar Örn, stóðsendingakongur hér í kvöld hjá Skagamönnum. Í liði Hauka skiptist stigaskorið þannig, það voru í rauninni bara 2 sem ekki skoruðu stig í leiknum en stigahæstur var Jeremy Herbert Smith með 29 stig, síðan komu Seymour Dion Butte með 17, Jose Aldana með 16, Bragi Guðmundsson með 13, Alex Rappn og Isaiah Cotton með 8, Finnur Atli og Emil Barja með 5 hvor, Kristján Leifur með 4 og Ívar Alexander Barja með 2. Frákasta hæstur þeirra var Seymour Dion Butte með heil 15 fráköst og stóðsendinga hæstur Jeremy Herbert Smith með kórunar þarna frábæra leik, 34 framlagspunkta hjá honum og en áhugaverður leikur margt og hattamenn búnir að tryggja sér í rauninni öruggan sigur fyrir austan, þannig að þeir halda toppsætunni enn sem komið en gleymið því ekki að Haukarnir eiga 2 leiki til góða. En áður en ég hætti þá ætla ég að minna á það að allir íþróttaáhuga menn eiga að stilla á IA TV á morgun þegar við sýnum hér frá móti í hópfimleikum eða stökkfimi og hópfimleikum hér á morgun. Endilega kíkið á það yfir í fimleikahúsinu, við færum okkur bara aðeins sett og útsendingin hefst klukkan 11:20, það eru 2 útsendingar hjá okkur á morgun, svo fyrri hefst klukkan 11:20. En Örn Arnarsson heiti ég og ég þakka Ingimar Elvar Ágústsyni sem að stjórnaði þessar útsendingu af mikilli snilld og þakka honum fyrir hans störf, eins kameramörunum okkar sem eru hér í þjálfun og Snorri Kristlifsson sem aðstoðaði við þessa útsendingu einnig. Þannig að þanga til á morgun, þá bið ég ykkur bara vel að lifa og bara góða helgi. Takk hérlega fyrir okkur.